Góðan daginn. Gaman að sjá svona skemmtilega slagsíð. Það að reyna að vera svo lengst frá án þess að vera í efsturöð kannski. Velkomin á kynningarfundum markaðs- og kynningamál í Reykjanesbæ sem að haldin svona til þess að upplýsa þá sem í ekki síst í ferðaþjónustu en líka verslun og þjónustu almennri í Reykjanesbæ það svona hvað í gangi næstu misserin í markaðsmálum á hálfu Reykjanesbæjar, áfangastaðastofu Reykjanes og svo fáum við góðan gest líka frá Íslandsstofu. Við ætlum að byrja á því að Þórdís Ósk Helgadóttir, forstöðumaður Súlunar, ætlar að fara yfir fyrirhugaða ferðasíðu Reykjanesbæjar og kynna hana fyrir ykkur. Að þennar einnig loknu tekur við Gunnar Viðar Þrastason, verkefnastjóri markaðsmála, og hann ætlar hjá Reykjanesbæ og hann ætlar að fara yfir markaðsherferð fyrir sumarið 2021. Að því loknu kemur Þuríður Aradóttir Brán, forstöðumaður áfangastofu Reykjanes, og hún ætlar að fjalla markaðsmál svæðisins og geopark. Að síðast en ekki síst svo Oddný Arnarsdóttir, verkefnastjóri útflutningi og fjárfestingum hjá Íslandsstofu, og hún ætlar að fjalla Vestnorden sem kaupstefna sem hafa verið haldin hér í haust og mjög spennandi að fræðast það. Að kynningu loknum mun okkur gefast færi á að bera upp spurningar til framsögumanna og við býðum þá með það þangað til þá. Sjálfur heiti ég Sigurgestur Guðlaugsson og verkefnastjóri viðskipta og atvinnuþróunar í Reykjanesbæ, en við byrjum á því að fræðast fyrirhugaða ferðasíðu Reykjanesbæjar. Þórdís Ósk. Góðan daginn. Ég heiti Þórdís Ósk og ég forstöðumaður Súlunar hjá Reykjanesbæ. Ég ætla að tala fyrirhugaða ferðasíðuna, en mér langar svolítið fyrst að segja ykkur svolítið frá Súlunni, út af því að þetta ný skrifstofa hjá bæjarfélaginu og það ekkert allir sem þekkja hana nógu vel, þannig ég ætla aðeins að fara yfir það fyrst. Í fyrra þá tók í gildi ný stefna hjá Reykjanesbæ. Mikil vinna fór í að undirbúa þessa stefnu og hún var sem sagt, eins og segi, tók í gildi í fyrra og það eru 6 áhersluþættir sem við vinnum eftir. Það eru börnin mikilvægust, vellíðan íbúa, fjölbreytt störf, skilvirk þjónusta, kraftur fjölbreytileikans og vistvænt samfélag, og þar eru búin að tengja heimsmarkmiðin við þessa áhersluþætti. Í kjölfari af þessari vinnu var Súlan mótuð, það var svona skipulagsbreytingar innan Reykjanesbæjar og Súlan mótuð. Og við erum sem sagt staðsett undir stjórnsýslusvið bæjarins ásamt fjármálaskrifstofu og skrifstofu stjórnsýslu. Þannig að Súlan þarna að vinna þvert yfir velferðarsvið, fræðslusvið og umhverfissvið. Við vinnum með málefni markaðsmála, atvinnuþróunar, ferðamál, menningamál og síðan erum við líka verkefnastofa þar sem við erum að innleiða aðferðafræði verkefnastjórnunar inn í stjórnsýsluna hjá okkur. En núna erum við svolítið að fókusa á markaðsmálin og mér langar að segja ykkur aðeins frá þessari fyrirhugaðri vefsíðu, ferðamanna vefsíðu hjá okkur. Og hún sem sagt á að heita Visit Reykjanesbær. Tilgangur með vefsíðunni að við viljum búa til þennan miðlæga vettvang þar sem íbúar og ferðamenn, bæði innlendir og erlendir, geta leita til og sé hvað í gangi í bænum okkar. Allt hvað varðar menningu, grænsvæði, viðburði og ýmislegt annað og líka bara verslun og þjónustu í bænum. Þetta ekki eitthvað nýtt, við erum ekkert að finna upp hjólið. Mörg bæjarfélög nú þegar að gera svona heimasíður og við viljum bara núna sjá við tækifæri í að gera hjá okkur svona, hvað segir maður, þessar síður sem við getum beint umferðinni á, traffíkinni. Og þetta á að gefa svona heildarmynd af samfélaginu okkar, hvað í boði, hvað í gangi hjá okkur. Og við erum núna bara á svona grunnstigi, við erum að kortleggja síðuna sjálfa. Sjáum við
bara til dæmis hérna Stykkishólmur og Reykjavík síðurnar. Þar eru þeir búin að gera smá svona mismunandi stemningu hvernig þau sjá fyrir sér stemninguna hjá sér og við erum svona í þeirri vinnu núna að reyna að finna út sko, hvernig við viljum spegla bæinn, hvernig við viljum miðla því sem á sér stað hérna hjá okkur. Við erum búin að kortleggja svolítið hvað efni gæti verið á síðunni sjálfri. Það þetta, hvað á að fara út að borða og drekka, hvað á að gista, hvað hægt að sjá og gera, hvaða þjónusta, verslun á þjónusta í boði, hvaða viðburðir og menningar dagskrá hérna í bænum okkar og menningarhús og ýmislegt annað. Og við erum að vinna í því að reyna að koma svona heildarmynd af því sem hægt að gera þannig að allt að finna á einum stað. Og þetta hagnast náttúrulega öllum, bæði ferðalöngum og íbúum. Við erum einnig líka bara á grunnstigi að finna svona þessa litapalettur og þessar stemningsmyndir, hvernig við viljum að þetta birtist. En þetta það sem koma skal og við erum bara að vinna hörðum höndum og við sjáum vonandi að þetta verði tilbúið í ár. Þannig að þetta verður markaðsefni sem við getum nýtt okkur í kjölfari á næstu árum. En þetta vinna sem nú þegar hafin, en við erum líka að huga að því hvernig við getum miðlað þessu áfram, bara ekki á vefnum, heldur líka í bæjarfélaginu okkur sjálfu. Þannig að við erum að sjá fyrir okkur svolítið þróun í upplýsingamiðlun til ferðamannsins sjálfan. Þannig að við erum að skoða það hvort að við getum ekki verið með svona stafræna upplýsingamiðlun í svona skjáviðmóti á ýmsum stöðum hérna í bænum. Þannig að þessi heimasíða, hún mun vera svolítið aðgengileg íbúum bæjarins, einnig í skjáformi sem staðsett á mismunandi svona heitum reitum í bænum hjá okkur. Þannig að þetta svona það sem í gangi núna varðandi þessa nýja heimasíðu og þróun hjá okkur í upplýsingamiðlun til ferðamannsins. Þetta svona stuttakynningi mín. Þannig að ég búin. Næst kemur þá Gunnar Víðir Þrastarson, hann verkefnisstjóri markaðsmála hjá okkur og ætlar að fara yfir markaðsmálin. Já, góðan daginn. Ég heiti Gunnar Víðir Þrastarson, verkefnisstjóri markaðsmála hjá Reykjanesbæ. Ég tók við þessu starfi í fyrra, í miðju COVID, þannig að kom hérna inn á mjög sérstökum tíma. En það kannski líka að koma inn á sérstökum tíma býður upp á sérstakar lausnir. En ég raun og veru kom svona að þessu, að það bara mikið tengt neikvæða svona umfjöllun í fjölmiðlum Reykjanesbær. Ég hefði skoðað kannanir og séð viðhorf fólks til landshlutanna, þá kemur Reykjanes ekki nógu vel út í samanburði við annað. Þetta var dálítið svona staðan sem ég stóð frammi fyrir og mér finnst ég þurfa að bregðast við strax að reyna að sýna Reykjanesbæ í aðeins svona jákvæðara ljósi, því að þetta var alls ekki mín upplifun heldur. Og það náttúrulega mikið vinna eftir í þessu, en kemur því betur síðar. Þá kom bara upp hugmyndina því að við vissum öll að Íslendingar ætlaðu að ferðast innanlands síðasta sumar og þeir gerðu það svo sannarlega, þannig að við undirbyggum okkur fyrir að gera litla og í raun og veru nokkuð yfirgripsmikla markaðsherferð. En þetta var svona grunnurinn. Við vissum öll að það var gerð mjög nákvæm greining á þessu, hvað fólk var að leita eftir. Og við komumst að því að við höfðum þetta allt saman. Fólk hefur bara leita að komast á nýja staði. Það vill sund og söfn og sýningar, leikhús og tónleika, þó það hefur erfitt að ná því í miðju COVID. Og bæjarhátíð og stóra samkomur sem vonandi núna kemur inn með ljósanóttinni. Og við vildum bara gefa fólki svona nýja ástæðu til að koma hingað þá í Reykjanesbæ og í rauninu bara upplifa þetta allt með okkur. Þannig að við lögðum bara stað með mjög einfalda herferð og
við greindum bara markhópinn og við náttúrulega sáum fyrir okkur, þetta náttúrulega bara Íslendingar sem að ferðast og það voru bara hátt í 70% Íslendingar sem fóru í dagsferðir á síðasta ári, 2020 og svo helgaferðir og þetta náttúrulega bara fjölskyldufólk, göngufólk, gólfara, hjólreiðafólk. Þannig við vonum að ná til hans svona stóra markhóp með svona víða skilgreiningu. Þá kom þessi hugmynd að því við erum svo nálægt höfuðborgarsvæðinu að koma með markaðsherferð sem myndi hafa þetta yfirheiti, kíkt í heimsókn og við lögðum á stað með hana á síðasta ári og í raunum bara til að fá ferðarþyrsta Íslendinga til að koma til okkar og jafnvel gista í nokkrar nætur. Þetta svona yfirbragðið yfir þeirri markaðsherferð sem fórum að stað með strax í miðjan júní í fyrra og keyrðum í júní og júlí og ágúst og við vorum mikið á netinu, þá bara bæði netmiðlum og samfélagsmiðlum og eins og við sjáum þannig að við gerðum líka svona umfjöllun Reykjanesbæ og fengum svona til að þekkt fólk svona í lið með okkur til að svona tala vel bæinn og þetta laðist ákveðlega vel í alla og þetta eru svona vefborðin sem við birtum, Rokkssafnið, Skessan í hellinu, Vatnaveröldur og Dúr safnahús. Þið sjáu þarna bara mikil fókus á menningu og söfnin og sundlaugina og annað sem fólk að leita eftir. Ætlar þú að ferðast innanlands í sumar? Þá tilvalið að heimsækja Bítlabæinn fræga. Við bjóðum upp á kraftmikla menningu og fjölbreytta afþreyingu þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi. Í næsta nágrenni leynast svo margar stórkostlegar náttúruperlur sem koma þægilega á óvart. Kíkt í heimsókn og njóttu sumarsins í Reykjanesbæ. Þetta einfalt og þetta var árangursríkt því að við mældum þetta á heimsóknum í Rokkssafnið og Dúr safnahús. Það eru svona staðir sem við getum mælt og það varð raun og veru sprengja. Það voru rúmlega bara 500% aukning í heimsóknum í júlí 2020 í Rokkssafnið og Dúr safnahús var af Íslendingum og rúmlega 230% aukning í Dúrshúsum og líka í júlí. Þannig að þetta bara virkaði mjög vel með þessar tölur og við vorum bara raunum mjög hissa þegar við sáum þetta en líka náttúrulega bara mjög ánægilegt. En málið ferðarsömmur fyrir 2021 þá ætlum við að halda áfram með þetta og ég búinn að vera að undirbúa birtingar og þær byrja bara strax í dag og í útvarpi og svo netinu á morgun og svo í sjónvarpi beinum framhaldi af því. En ég heldur bara rétt svona koma að því að þetta sem stóðu fram fyrir á síðasta ári, það ætluðu bara 5% Íslendinga, það var spáin ætluðu að heimsækja Reykjanes á síðasta ári. En svo kemur könnun sem sýnir að rúmlega 30% Íslendinga ferðuðust hingað. Þannig að í rauninu komu miklu fleiri heldur við eiginlega stóðu svona frammi fyrir og þá ekki verið neitt gos, þannig að það mun breyta í raun og veru öllum tölum því að það þegar yfir 100% búin að heimsækja gosstöðana og væntanlega fleiri en það. En við þurfum alltaf að undirbúa okkur líka að landið bara opna fyrir erlenda ferðamenn og þeir eru byrjaðir að koma fullu þannig að mikið bjartsýni þar sko. En samt sem áður, það ætla 85% Íslendinga að ferðast svipað eða meira innanlands í sumar og þess vegna þessi fókus núna á þennan markhóp. Ég heldur bara rétt svona umbra á þessu, hvernig við erum að gera þetta. Við erum að nota prentmiðla, þú veist, hefði þetta verið fyrir 15 árum eða 20, þá var prentmiðla verið þannig 40-50%. En við erum að nota vefmiðluna mikið, sjónvarpina mest og útvarp og við ætlum að bæta þessi útvarpi því að fólk mikið á ferðinni
og það var gaman að geta náð til fólk beint í bílinn og fá þessa hugmynd gefa í olnbogaskot að það sé góð hugmynd að kíkja Heimsókn í Reykjanesbæ. Málið að við ætlum aðeins að bæta í markaðsherferðina. Við ætlum líka núna að minna á verslun og þjónustu. Við ætlum líka að minna fólk á að það getur hér komið og færi út að borða. Þannig að og við munum tengja okkur pínlítið við gosið því að það bara svo rétt hjá okkur. Þannig að það verður svona viðbót við þessa markaðsherferð. En að byggja upp ímynd, ég tala mikið þetta, við hefum langklöpp og við erum bara að leggja grunninn til framtíðar. Þannig að þetta bara svona rétt byrjunni hjá okkur. Og málið að í beinum framhaldi af þessu þá fer ég að fara í heilmikla vinnu við að mynda markaðsstefnu Reykjanesbæjar og það í rauninni vinna næstu mánaða sem ég mun gera í samstarfi við fagaðila og það verður mjög gaman að geta sagt okkur betur frá því síðar. Þetta var þá sem ég vildi koma framfæri. Takk fyrir þetta Gunnar og Þórdís. Næst þá Þuríður frá áfangastofu Reykjanes að fjalla svæðið. Já, góðan daginn. Takk fyrir að bjóða mér hér með. Ég ætla aðeins að fara yfir áfangastæðin Reykjanes og svona kannski stærri myndina af Reykjanesskaganum í tengslum við ferðamál. En Reykjanesbær náttúrulega höfuðborg Reykjanesskagans og svona stór hluti af okkar markaðsmálum. En það sem að kannski breytist ekki að núna áramótin var markaðsstofa Reykjanes áfangastaðastofa og þar með ákveðin svona hlutverk og markmið og forsendur sem við þurfum að fylgja eftir og gott að fá tækifæri til að tíunda það. Hlutverk markaðsstofunar sem áfangastaðastofu breytist svo sem ekki mikið nema hvað að það er búið að skrifa okkur inn í kerfið og við getum leitað áfram með öryggi í þróun á markaðsmálum fyrir svæðið. Við erum svona regnhlíf fyrir ferðamálin. Við förum fyrir samstarfsverkefnum og reynum að ýta áfram verkefnum sem skapa tækifæri til virðisauka fyrir fyrirtæki á svæðinu og fyrir sveitarfélög og ekki síst fyrir íbúa svæðisins. Við viljum náttúrulega að ferðamálin og ferðaþjónustan byggist upp í sátt við samfélagið og íbúar svæðisins eru okkar bestu talsmenn. Verkefnin okkar, og við kannski störfum mjög svipað eins og Súlan, við erum mjög verkefnadrifin skrifstofa, en við fylgjum eftir áfangastaðaáætlun svæðisins og þeim áherslum sem þar koma fram og tökum vel á móti öllum hugmyndum og samstarfsverkefnum sem í rauninni falla undir þessi áhersluverkefni. Þar má nefna umhverfi og uppbygging áningastaða. Þetta eru verkefni sem heyra undir Reykjanes Geopark, eða jarðvanginn okkar, en við komum kannski að þeim meira í formi ráðgjafar og sérfræði þekkingar á ferðamanninum, gestinum og hans upplifun, þannig að við tengjumst inn í þessi verkefni og síðan leiðum við og uppfærum forgangslista fyrir uppbyggingu áningastaða fyrir svæðið. Til þess að skapa þessi gæði og kannski tryggja góða upplifun gestsins, þá viljum við vinna að því að styrkja
mannauðinn með fræðslu og þekkingu og efla tengslanetið innan svæðisins. Og meðal annars með verkefnum eins og Nýsköpunarakademíu ferðaþjónustunnar sem við stofnuðum í vetur ásamt Keili og Íslenska ferðaklassanum. En þar undir þeim merkjum erum við að miðla þekkingu, fræðslu og erum með erindi og viljum vera stuðningur fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem að vilja vera í ferðaþjónustu. Við höfum leitað til Menntanetsins að gerð fræðslu og menntaáætlunar í ferðaþjónustu og þar verkefnið verið að vinna að frumgerð þess verkefnis og þess þar á auki þá köllum við til sérfræðinga og fagaðila til þess að miðla þekkingu og miðla reynslu og þannig að við getum alltaf verið að bæta okkur og gera betur. Við vinnum að verkefnum sem að miða því sem byggja á rannsóknum og þess vegna mikilvægt fyrir okkur að gögnin séu rétt og því reynum við að vinna inn í rannsóknarhlutann og uppfæra gögn og annað slíkt sem bæði þá nýtast okkur í okkar verkefnum vinnu en ekki síst ykkur við að þróa vöru og byggja áfram. Það eru talningar á áningastöðum gegnum Reykjanes Geopark og síðan eigum við núna skýrslu síðustu 10 ár ferðahegðun gesta sem unnið var að rannsókn og ráðgjöf ferðaþjónustunnar. Eða það síðustu 10 ár fyrir COVID í rauninni, þannig að þessi skýrsla kom út í fyrra vor. Áfram, eins og ég sagði, þá eru þessi verkefni, þau miða því að við viljum auka verðmæti svæðisins og kannski tryggja þessa verðmætasköpun að hún verði til inn á svæðinu og við heldum utan gagnagrunn ferðaþjónustunnar fyrir svæðið í samstarfi við Ferðamálastofu. Þannig að ferðaþjónustufyrirtækið, verslunin eða hvaða fyrirtæki sem þú rekur, ef þú snertir við ferðamannum, þá á hann heima þarna í þessum gagnagrunni. Og við uppfærum hann og þið getið alltaf haft samband við okkur ef þið sjáuð ykkur ekki á vefsíðunni okkar til dæmis, þá hafið þið samband og við lögum það. Það er verkefni í gangi með Jarðvanginum geopark fyrirtæki. Þið getið orðið geopark fyrirtæki ef þið starfið innan svæðisins og að framleiða vöru af svæðinu. Þið getið merkt ykkur svæðinu í rauninni, kem aðeins betur inn á það eftir. Við höfum verið að vinna með Reykjaneshöfnum að verkefni skemmtiferðaskip á Reykjanesi, þar sem við erum að vinna í markaðssetningu fyrir svæðið í þeim efnum og ánægilegt segja frá því að það er búið að bóka í höfninni í sumar, þannig að það hefur skilað árangri þetta samstarf. Við höfum verið að vinna að Matarkistu Reykjanes, þar sem við erum að opna núna bara vonandi í þessari viku nýja vefsíðu þar sem veitingastaðir á svæðinu eru listaðir upp og á sama tíma er þetta tengt við gagnagrunnin, þannig að ef fyrirtækin sjá sig ekki þar þá eiga þau að vera þar og geta skráð sig. Síðan náttúrulega er þetta Vestnorden. Við komum að því að reyna að heilla forsvarsmenn Vestnorden og fá þá inn á svæðið og það tókst, þannig að núna er Vestnorden haldið í haust. Og síðan eru fleiri fundir og ráðstefnur og annað slíkt sem við vinnum að. Síðan eru þáttur sem kemur að upplýsingum og öryggi og þetta er kannski eitthvað sem var ekki kannski í einhverjum forgangi en svo gerast hlutir og landið og náttúran sér að halda okkur á tánum. Við erum inn í verkefnum sem snúa að eldgosinu í Fagradalsfjalli og svo vorum við að kynna nýtt verkefni í gær fyrir hótelum og gististöðum á svæðinu sem heitir Nap & Go og það snýr að öryggi á vegum og því að gestir okkar fari ekki að keyra lengri vegalendir án þess að hvíla sig aðeins. Og kannski til að koma inn á það, þá erum við bara einstakt svæði og sérstaklega hér á Reykjanesbæ að við erum annars vegar að byggja upp áningarstað eða áfangastað sem tengist flugvellinum og þjónustu við flugvellin. Þannig að við erum í flugvallarsvæði og hins vegar erum við að byggja upp áfangastað þar sem við viljum að fólk stoppi lengur
og dvelji einhver tíma og nýti þjónustuna og annað slíkt. Þannig að það eru 2 öfl í gangi sem að þurfa að vinna saman og það er alveg, það er risastórt verkefni sem að náttúrulega við vinnum ekki einn og þið vinnið ekki einn, þannig að þetta hjálpast alltaf. En megin markmiðið með náttúrulega þessari markaðssetningu og markaðssetninga náttúrulega stór hluti af okkar verkefnum er að fá okkar gesti til að dvelja lengur, fá það til að versla í heimabyggð og njóta þess sem svæðið hefur upp á að bjóða. Og með markaðssetningunni og þær aðferðir sem við notum er náttúrulega við erum bæði innanlands og erlendis að vekja athygli á svæðinu. Við erum að gefa út hvers konar kynningarefni í samstarfi við Jarðvanginn eða samstarfi við sveitarfélög eða fyrirtæki. Við erum búin að setja upp myndabanka fyrir svæðið og sem að fyrirtæki geta leitað í. Heimasíður og gagnagrunn ferðaþjónustunnar sem hafa komið aðeins inn á áðan. Við rekum Visit Reykjanes síðuna sem er í rauninni lagerinn okkar fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Þarna á fólk að geta fundið allt sem er í boði og svo sömuleiðis kemur Visit Reykjanesbær inn sem er þá með þessa vöru þjónustu lista fyrir Reykjanesbæ. Við erum síðan rekum nokkra samfélagsmiðla til að miðla náttúrulega okkar helstu perlum, bjóðum blaðamannaferðum og þessum kynnisferðum fyrir ferðaskrifstofur, tökum þátt í ferðaskýringum og kaupstefnum og sendum út fréttabréf reglulega. Ef þið eru ekki að fá þetta fréttabréf þá skulle hafa samband og við bætum úr því. En í þessu fréttabréfi reynum við að deila þeim verkefnum sem við erum að vinna og því sem er í gangi. Og aðeins til að koma inn á okkar snertifleti í þessari kauphegðun gestsins, bara þannig að svona hlutverkunum getum komið þeim aðeins á framfæri. En þetta er samkvæmt rannsóknum, þá er gestur eða ferðamaður sem er að hugsa að heimsækja landið fer að meðaltali inn á 50 síður til þess að finna svona hvað hann vill gera og hvað er rétt og hvað er rangt og hvaða fyrirtæki er í boði, hvaða eru fyrirtækin í lagi, eru þau með öll sín leyfi í lagi og þess háttar. Af því að þau eru að fjárfesta. Þau eru að fjárfesta í upplifun, þau eru að fjárfesta í ferðalaginu og þau vilja undirbúa sig áður en þau fara af stað. Og að því tilefni að þá notaði mjög mikið vefsíður eins og TripAdvisor og meðmælasíður. En í öðru sæti eru þessar visit síður. Þau eru að leita að hugmyndum og þeir eru að leita að upplifun sem geta henta þeim. Síðan fara þau alltaf dýpra og dýpra í ferðalagið. Og þannig að okkar staðsetning í þessu ferli er í rauninni alveg frá því að við viljum hafa áhrif á það, bara leið og þau fara að láta sig dreyma að heimsækja Ísland, að þá séu þau að dreyma að heimsækja Reykjanesið. Og í dag náttúrulega er kannski Eldgosið og Bláa lónið efst á bucketlistanum, en við erum að horfa á það núna í fyrsta skipti að við erum orðin partur af ferðalaginu. Við erum ekki bara þetta eina stopp og þannig að okkar markaðssetning og okkar verkefni er svolítið að hjálpa þeim að fylla upp í dagatalið eða fylla upp í ferðaplanið, af því þau ætla að fara á Gosið, þau ætla að fara í Bláa lónið, en hvað geta þau gert meira? Hvar geta þau borðað, hvar geta þau stoppað, hvar geta þau pissað? Allt þetta fylgir planinu og þar getum við reynt að hafa áhrif. Síðan kemur rauninni að, og við erum að hjálpa þeim að dreyma og við erum að hjálpa þeim að plana, en svo kemur að kaupunum. Við viljum ganga eins langt og hægt er með okkar miðlum að vísa þeim á besta staðinn eða staðinn sem hentar þeim. En kaupferlið fer algjörlega fram hjá fyrirtækjunum og þannig að við erum ekkert í rauninni með það að gera, en við getum síðan tekið þátt í svona upplifunarhlutanum með þeim þessum uppbyggingu á áfangastöðunum, en síðan líka eftirfylgninni að svona láta gestinn vita að hann hafi valið rétt og við séum þess virði að skoða og mæla með, ekki síst. Svona fórum við af stað þegar áfangastaðaáætlunin kom út 2018 með markaðsátakið, markaðsmálin hjá okkur.
Við þurftum að vinna mikla heimavinnu, við þurftum að byggja upp nýja myndabanka, byggja upp nýtt efni og höfum verið að því síðustu ár. Síðan áhugavert að segja frá því að einmitt núna 2021 var hugmyndin að fara fulla ferð áfram í erlenda markaðssetningu og fengum óvænta aðstoð við það. Eins og kom inn á hann, við erum komin á allt annar stað í okkar markaðssetningu heldur en áður með gosinu og höfum fengið kynningu og umfjöllun sem færir okkur 15 ár hreinlega fram í tíman í svona markaðsvinnu. En skilaboðin sem við viljum senda að Reykjanesi einstakt á heimsvísu og við getum verið bara mjög stolt af því og með öryggi og sjálfstrausti sagt við fólk að þetta staðurinn sem þau get ekki mist af. Við erum einstakt á heimsvísu, við erum vottuð af UNESCO sem segir að við höfum þetta jarðfræðilega einstaka fyrirbæri sem flekaskilin, hérna getur séð koma á land og hérna getur séð afleiðinga þeirra og hér getur séð hvernig fólk býr við þetta landslag, síbreytilega landslag og hvernig við tökumst á við það. Öll þróun sem hefur átt sér stað í samfélaginu, menningin og allt þetta tengist landslaginu og náttúrunni ef maður fer að kafa dýpra. Við eigum einstakan söguarf og þessi náttúra kvikul og við þurfum að vinna með henni. En við erum heillandi, við erum kraftmikil, við erum ægifegur og við erum aðgengileg. Og við erum hluti af því að við erum bara partur af þessari fjölskyldu og við getum bara eignað okkur það. Takið það til ykkar og notiði merkin okkar og segið fólki frá okkur. Og myndmálið við vinnum það svona í þessum anda, öll áferð og við erum ekkert endilega að bíða eftir því að það sé sól. Hún vill ekki samþykkja mig. Enda var þetta ekkert merkilegt sem átti að koma eftir. Við erum svona svolítið blá í öllu okkar efni. Já. Geopark, það bara náttúran út á Reykjanesi? Hvernig tengjumst við geopark? Sem sagt, það að vera geopark svona, reksturinn og svona grunnhugmyndin ekkert ósvipuð því að reka þjóðgarð. Nema hvað að geopark starfsvettvangur eða samstarfsvettvangur sveitarfélaga og við lútum í raunu lögum og reglum á því leveli. En jarðvangur samstarfsverkefni og það þróunarverkefni. Þetta rauninu byggða þróunarverkefni sem unnið út frá sérstöðu svæðisins sem einstakar jarðminjar. En við getum ekki verið geopark bara út af því. Það verður að vera mannlíf, menning, við verðum að geta sagt frá hvernig að búa við þessa aðstæður, hvernig að búa á svona svæði og hvernig sem við gerum það. Hvort það skilti, bæklingar eða bara með þjónustu og vörum. Þannig að við erum svolítið að segja okkar sögu í gegnum það. Og það kannski ástæðan fyrir því að við erum að ýta þessu vörumerki fram í okkar markaðsefni. Að það að við erum einstök og heimurinn þarf að vita það. Við erum UNESCO Global Geopark, við erum með vörur sem eru framleiddar á svæðinu, við getum aukið virði vörunar okkar með því að svolítið vera að segja að hún sé einstök út af því að við erum að þróa hana og vinna hana hér á svæðinu. Og kemur bara X á glæruna alltaf, það vel næstu. Já, þannig að það eitthvað svona sem að við erum bara svolítið að keyra á. Þetta mjög verðmætt vörumerki og ég bara hoppa yfir nokkrar glærur því það kannski ekkert endilega að hafa glæruna þegar ég segi það, en vörumerki sem við erum að byggja, vörumerki Reykjanes Geopark, það byggir á ykkur. Það byggir á fyrirtækjunum, það byggir á þjónustu
valinu, þjónustinn á svæðinu, það byggir á náttúrunni, sveitafélögunum, stofnununum, allt þetta er undir vörumerkinu og við verðum aldrei sterkari heldur en undirstöðunar. Þannig að allt sem eins og uppbyggingi sem á sér stað núna hjá Reykjanesbæ og stefna í þeim markaðsmálum, vefsíðan, þetta allt sem að styrkja vörumerki Reykjanes áfram í ferðaþjónustu. Og þá er bara spurning hvernig hvernig viljum við vera? Hver eru við og þetta er það sem að Já, afsakið. Já, þannig að þetta er grunnurinn og vefsíðan okkar, hún bara aðlagast að því, markaðsefnið okkar aðlagast að því hvað þjónustuaðilar eru á svæðinu, hvað þjónusta er í boði, hvaða afþreying er í boði og þess háttar. Og við fögnum öllum þeim sem að vilja koma og taka þátt í með okkur. Sjá. Og síðan eins og ég segi, þá er þessi uppbygging á þessu vörumerki, það er annars vegar, byggist náttúrulega líka á því eins og Gunnar kom inn á það, hvernig við tölum svæðið, hvernig við sjálf erum að vinna úr efninu og við þetta má alveg horfa á þetta eins og okkar vinna, þetta er eins og eldfjallið. Í rauninni, það er helling í gangi undir yfirborðinu, öll verkefnin, öll stefnumótunin, öll þessi handavinna er í gangi þarna undir í kvikuhólfinu, en það sem að sést, markaðsefnið okkar og markaðssetningin, þetta er bara pínulítill hluti af því öllum þeim verkefnum og öllum þeirri vinnu sem hefur átt sér stað. Og þar hafa fyrirtækin og sveitafélögin verið stór hluti af því. Nú til þess að koma þessu á framfæri og þá náttúrulega nýtum við okkar miðla eins og segi, þá er Visit Reykjanes okkar svona stærsti miðill, en síðan er að bætast við miðlar eins og, það er bara sýna ykkur eldfjallið fyrst árum hættum. Jú, einmitt. Þetta er komið inn á innri þættina, þetta verkefnin okkar. En þetta er svona það sem þetta er svona mantran okkar í allri okkar vinnu. Við erum lífaði landsins, það sem ægifegur fylgir okkar hvert fótmál. En til að koma þessu á framfæri, þá erum við að nota þetta eru helstu miðlarnir okkar og staðirnir sem við erum að vinna með. Upplifðu.is er frábær staður fyrir til dæmis fyrirtækjan á svæðinu ef að þið eru að senda pósta á aðila sem hafa bókað hjá okkur. Það getur verið takk fyrir að bóka. Þetta eru okkar uppáhaldsstaðir. Upplifðu.is er gagnagrunnur myndefnis og vídeóupptaka og þess áttar sem að þið getið senda áfram og þið getið fengið sem aðilara að markaðsstofunni og Geopark, þá getið þið fengið aðgang á efninu án vatnsmerkis, en svo er líka bara, þú getur farið sjálfur þarna inn sem þú fundið þína uppáhaldsstaði og deilti á samfélagsmiðlana og látið alla vini þína vita hvaða uppáhaldsstaðir á Reykjanesinu eru fyrir þig. En við erum með þennan myndabanka inn á Media@Visit Reykjanes, eða þessi slóð sem er á glærunni, og svo er alltaf hægt að hafa samband til þess að fá aðgang að efninu. Aðeins til að kynna starfsemina, þetta voru við og erum náttúrulega ennþá, voru 3, ég með markaðsstofuna og Daniel með Geopark og Eyþór sér alla samfélagsmiðla og blaðamannaferðir. En svo í sumar þá fengum við aukinn liðstyrk og þar erum við með Hörð sem er að vinna að myndatökum og myndum og Gunnhildur sem er að sjá að
skrá nýja aðila og skrifa fréttir og deila góðum fréttum. Og svo Snorri sem í grafík og myndvinnslu og sér heimasíðurnar okkar. Þannig að við erum orðið ansi gott teymi og við ætlum að nýta það eins vel og við getum núna næstu mánuði. En takk fyrir mig. Ég hef bara lokið mínu máli. Takk fyrir þér og takk fyrir að bregða svona vel við smá tæknilegum úrlausnaröfnum. Vel gert, segi ég nú bara. Svo fallegt fólk þarna. Það engin tilviljun að Vestnorden að koma hingað í haust og auðvitað stóð upphaflega til að hún yrði haldin í fyrra og þegar að drög voru lögð að þeim áætlunum þá sáum við fyrir okkur að þetta yrði örugglega stærsta og besta Vestnorden kaupstefnan sem hefði verið haldin. Síðan kom svolítið upp á og það var það frestinn í fyrra en hún verður haldin í haust og það ekki síst vegna einmitt vinnu Þuru og félaga í markaðsstofunni sem að það mun verða og þess vegna erum við rosalega ánægð að fá hana Oddnýju Arnars, ég alltaf að reyna að muna Arnars eða Arnarsdóttur, ég kann þetta ekki alveg, til að segja okkur frá því. Jæja, sæl verði og takk fyrir að bjóða mér að koma í dag og fjalla aðeins Vestnorden. Ég heiti sem sagt Oddný Arnarsdóttir, það rétt hjá þér, og þarna kem frá Íslandsstofu. Þar ég sem sagt vinn fyrir ferðaþjónustu deildina og sé meðal annarra verkefna Vestnorden. Ég hef reyndar komið að Vestnorden síðan 2016 og eiginlega frá öllum hliðum og núna sem sagt í framkvæmd. Sko, svona ykkur að segja, það náttúrulega hótaði Þura mér með bara vondri mynd af mér, sko. Komið svo þannig? Nei, við höfum tekið Vestnorden sem sagt út á land, en hingað til hefur það bara verið, sem sagt, hún hefur verið haldin 2 eða 3 á Akureyri, ef ég man rétt, og síðast 2018 og því að þetta stór sýning, eins og stærsta sem við höldum hjá ferðaþjónustunni á Íslandi og til þess að sé hægt að halda hana sem sagt utan Reykjavíkur þá þurfum við náttúrulega aðstöðuna og nú hún hér, nóg af hótelherbyggjum, hljómahöllin mun hýsa okkur að miklu leyti og margir veitingastaðir, þannig að það bara allt til staðar. Þannig við erum bara ótrúlega glöð og spennt að halda Vestnorden í október og ég ætlaði nú bara svona, ég ekki með 33 glærur, ég er með 5, þannig að þetta verður stutt og laggott vonandi. Ég ætlaði bara svona aðeins að fara yfir sem sagt hvað þetta sem sagt Vestnorden verkefni undan sem sagt NATA, North Atlantic Tourism Association, sem svona félagasamtök utan ferðaþjónustu á þessu svæði og það Grænland, Færeyjar og Ísland sem sagt standa að þessu og hér hjá NATA bæði stjórn þar sem öll 3 löndin sitja, það markaðshópur þar sem öll 3 löndin sitja líka í og ég í honum og Vestnorden sem sagt, já, stærsta verkefnið, svo það einnig með styrki til ferðaþjónustu fyrirtækja sem hægt að sækjum ef að 2 af þessum 3 löndum einhvers konar samstarfsverkefni þegar kemur að ferðaþjónustu verkefnum, þannig endilega kynnið ykkur það líka. Og Vestnorden var haldin fyrst 1986, þannig að hún hefur verið lengi í gangi og búin að koma með svona góðan sess og orðin töluvert þekkt hjá þeim sem að selja þessi svæði, sem sagt Grænland, Færeyjar og Ísland og við höfum séð sýninguna sem sagt vaxa og dafna á hverju ári. Hún haldin annað hvert ár á Íslandi og svo til skiptis Færeyja og Grænland á milli, þannig að 4 ára fresti í þeim löndum. Hún var síðast haldin í Færeyjum 2019, átti náttúrulega að vera hér í fyrra
Við vorum með hana rafræna því við vildum ekki missa niður ár á milli. En það var í rauninni ákveðið að 2021 við myndum ekki gera hana aftur rafræna því að þetta er sýning sem á að halda í persónu. Af mörgum ástæðum en aðalega þeirri að þar eiga sér stað aðal samskiptin og aðal viðskiptin. Nú, hún er eingöngu sem sagt B2B eða business to business, þannig við höfum ekkert verið að bæta í rauninni einu öðru inn heldur en innblína á fundi milli kaupenda og seljanda. Þó sýningin sé í rauninni bara 2 dagar að þá lengjum við svona aðeins í henni með því að halda bæði fyrir og eftir ferðir og það virkar þannig að það land sem að sýningin er haldin á í hvert skipti býður upp á fyrirferðir og svo hinn 2 löndin eftirferðir í rauninni eða post-tours. Þetta er endur aðeins breytilegt út af því til dæmis eins og Grænland á erfitt með að halda ferðir í október bara út af aðgengi að landinu þannig að þau fá nú yfirleitt að henda inn einni príferð svona hérna með okkur hinum. Og þessar ferðir eru mjög vel sóttar og við höfum reynda gert það þannig núna að þegar að sýningin er haldin sem sagt utan Reykjavíkur að þá fá hinir landshlutarnir að halda príferðirnar út af því að svæðið þar sem við höldum sýninguna heldur er með kynnisferðir á meðan sýningur stendur. Ég ætla aðeins að fara við það því að það kemur ykkur svona kannski mest við. Þessar kynnisferðir svæðið, þetta er tiltölulega ný hefð hjá okkur hjá Vestnorden. Við ákveðum að prófa þetta fyrst á Grænlandi 2017 og það bara, já, það var mikil ánægja með það að brjóta aðeins upp sýninguna og fá að kynnast svæðinu á svona tiltölulega stuttum tíma og við teljum að þetta bæti bara enn við þessa flottu sýningu og gefi þá svæðinu þar sem sýningin er haldin svona lyftistöng, þetta sé auka sýnileiki fyrir svæðið og þar fá fyrirtækin þá tækifæri á að kynna sig og sitt vöru framboð. Og á þessar kynnisferðir er boðið öllum sem er á sýningunni, hvort sem það eru seljendur eða kaupendur. Því við vitum líka að seljendurnir á sýningunni eru líka að leita að vörum fyrir okkar innlendu fyrirtæki til þess að selja áfram. Þannig að við teljum að þetta sé í rauninni bara win-win fyrir alla. Það sem við síðan og kom skemmtilega óvart var að fólk í rauninni þó að við brjótum upp og tökum hættum fundum, að þá er þetta leið fyrir óformlega fundi líka. Þannig ef þú átt ekki skipulagðan fund með einhverjum eða bókaðan fund, nú þá er þetta tilvalin leið. Og þarna hef ég heyrt að fólk hafi kynnst bara nýjum tækifærum og vörum sem að það var bara ekki búið að kynna sér áður. Þannig að við sjáum þetta sem svona stærsta tækifæri svæðisins til þess í rauninni að kynna sig. Ég ætlaði bara svona rétt að hlaupi við dagskrána og það er svolítið gaman að sjá þetta vídeó frá Akureyri 2018 sem var haldið í íþróttahallinni þar. Að hérna sjáum við íþróttasalinn vera kaupstefnu breytast yfir í gala og svo aftur yfir í íþróttahús. Og þetta var við breyttum frá kaupstefnu yfir í galadinner á, ef ég man rétt, tæpum 5 tímum. En dagskráin er þessi, að 5. október þá eru allir komnir á svæðið. Við byrjum á landakynningu, löndin 3 halda kynningu fyrir kaupendur, þar sem við förum yfir okkar helstu markaðsáherslur og kynnum bara löndin fyrir þeim. Á meðan eru seljendur annaðhvort að setja upp ásana. Við höfum einnig gefið þá færi á fundum á milli seljenda. Það hefur líka reynst vel. Þann dag eru haldnir 13 fundir og ef ég man rétt þá eru þeir 18 mínútur hver
og þetta allt fyrirfram bókaðir fundir. Það mikla breytingar í ár. Í fyrsta skipti ætlum við að taka inn app, þar sem að þarna í rauntíma, þannig við erum að færa okkur bara fram á 21. öldina hjá Vestnorden. Við verðum með sem minnst útprentað, þannig yfirleitt höfum við verið með svona handbækur fyrir alla. Við ætlum að reyna að koma í veg fyrir það, þannig við bjóðum öllum að fá rafrænt og appi hjálpar okkur með það. Nú og líka ef það eru breytingar þá gerast þær í rauntíma, þannig að það líka ágætt. Svo hættu við, það fá allir matarpakka og við förum í kynnisferðir sem að fyrirtækin hér á svæðinu og Þura hafa sett saman fyrir þennan dag. Og svo öllum skilað beint í get together sem að bærinn kemur að miklu leyti og við erum alltaf mjög þakklátt fyrir það. Og Vestnorden líka ekki bara þekkt fyrir fundina, heldur rosalega góð partí og þetta er alltaf eins og ein stór árshátíð í 2 daga. Það svolítið þannig og fólk þekkist, þarna eru bæði nýir og eldri kaupendur. Við leggjum mikla áherslu að ná inn nýjum kaupendum frá okkar helstu mörkuðum. Þannig að þetta svolítið svona einn stór fjölskylda alltaf. Þau komum saman líka með nýju kaupendunum. Þeir bara smellpassa inn strax. Nú, svo 7. október, að það svona aðeins stífari dagur. Það eru 18 fundir, hádegismatur verða allir keyrðir úr héðan og svona víðsvegar bæinn í hádegismat komið aftur. Við hættum reyndar aðeins fyrir að deginum til, þannig að hér hægt að breyta öllu fyrir galakvöldverðin og svo tökum við hér alveg gott dansiball bara eins og stapinn einn gamli þekkir, það ekki. Og við erum þetta náttúrulega ennþá allt bara svona í bígerð, við erum að vinna þetta, það búið að opna fyrir skráningu, hvet fólk náttúrulega til að skrá sig sem fyrst. Það nú þegar komið inn og það gaman að segja frá því og hér fyrst allra að það mikil eftirsókn frá kaupendum. Við erum í fyrsta skipti að sjá fleiri kaupendur skráða á fyrstu vikunni inn á Vestnorden heldur en seljendur og það ótrúlega gaman að sjá. Mikið frá Bandaríkjunum og Bretlandi og Evrópu, þannig að við teljum að þetta verði bara dundur Vestnorden og fyrsti viðburðurinn haldinn hér á landi í persónu hjá ferðaþjónustunni, þarna, svona stór. Þannig að það gaman. Að lokum ætlaði nú bara að sýna ykkur svona smá vídeó sem var tekið 2018, þar sem fólk svona segir aðeins frá upplifun sinni af kaupstefnunni og ef það eru einhverjar spurningar eftir þá ég bara meir en glöð að taka og svo. I think it's always great when different tour operators and tour providers and people in the travel industry get to meet and see each other in person. There's always a lot to take away from these events, and we're gathered with 600 people from the 3 countries and from other countries all over the world. For many of the Greenlandic operators participating today, this is the only travel show they will go to promote their activities and products. Therefore, it's the most important business-to-business event they will take part in during the year. I am always excited to see how the Westnorden region grows in terms of tourism, and I think everybody is really aware of the importance of sustainability into these areas, and we'll see really how that develops, but that every year there's something new and exciting going on here. Ég svona bara, fyrst ég glemdi ágætt að minnast á það að við erum alltaf með yfirskrift fyrir Vestnorden og við erum búin að ákveða hana 2020 og það væri orkan og endur nýtanlega orka og svona förum inn á bæði og þá vorum við að tala orkan í náttúrunni, orkan í fólkinu og í rauninni bara svona alltumlykjandi orka á Íslandi. Nú svo var takk þá kærlega fyrir eldgosið því að það bætir enn í orkuna. Þannig að það svo sannarlega rétt yfirskrift held ég á Vestnorden þetta árið. Og við náttúrulega leggjum ekki upp úr plastleysi, í rauninni bara að við séum að fylgja
sjálfbærni sögu okkar á Íslandsstofu og það mun fara inn í allt hjá okkur og bara ábendingar allar vel þegnar, ef eitthvað er. Einhverjar spurningar? Eða ætlaði þú að, Sigurgísla, ætlaði þú að take it away? Nei, syngja í lokin fyrir okkur. Þeir sem að fylgjast með upptöku af þessu síðan geti vita hvers var spurt en vita ekki bara hvert svarið var. Þannig endilega. Já. Góðan daginn. Góðan daginn. Mér langar að spyrja varandi með kynnisferðinar fyrir West Norden. Hvernig geta fyrirtæki komið að því og sýnt fram á sína þjónustu til að fengja að taka þátt í þessum kynnisferðum? Já, Þura, það er hjá þér, er það ekki, rétt hjá mér. Þannig að allar kynnisferðina fara í gegnum markaðsstofuna. Kannski svara betur. Það fer póstur út í dag á póstlistan hjá okkur, þar sem að við í rauninni bendum fyrirtækjum á hvar þau geta skráð sig og sýnt bæði hvernig þau myndu vilja taka þátt eða þá bara eins, okkur langar að vera með en við vitum ekki hvernig. Þannig að við sendum það út í dag. Fleiri spurningar? Þú talaðir hérna áðan, Oddný, að það væri komið rosalega góð skráning á kaupendum. Sérðu þá fram á að þetta kannski verið stærri hátíð en búist var við? Hátíð fyrirgefur ráðstefna. Já, sko það er bara aðeins kannski erfitt að segja til það. Auðvitað gerðum við ráð fyrir kannski minni þáttöku í ár, bara út af náttúrulega bara mjög mörgum ástæðum. Spurðum við bara svona 1. ágúst, sko. Þú veist, við erum náttúrulega með bara plan A og B og við þurfum svona aðeins að sjá hvernig þetta fer í gang. Við erum að kynna þetta svolítið núna og minna fólk á að það sé búið að opna fyrir skráningu. Þannig að, já, ég held að fólk sé bara svolítið að átta sig mögulega á að það geti fara að skrá sig aftur á sýningar og vinnustofur eins og hjá okkur, hjá Íslandsstofu. Þannig að en ég heyri samt í ferðaþjónustunni að það er hugur í fólki, vissulega. Þannig að hver veit, kannski verður þetta bara aftur 600 manna ráðstefnu eins og við heldum eða kaupsýning eins og við heldum á Akureyri og Reykjavík, sko, þú veist. Akureyri var engin eftirbátur þar. Við gerðum ráð fyrir jafn mörgum í rauninni á síðasta ári hér, sko. En núna erum við bara aðeins með vaði fyrir neðan okkur, auðvitað, bara svona út af þessu öllu. Aðra spurningu? Það er enda til hérna Þuru. Ég er að velta fyrir mér, núna erum við með meðlimi inn í, geta verið haft afgang að áfangastaðstofu og þeir verið með í þessum verkefnum hjá okkur. Er ennþá hægt að skrá sig? Það var þarna tímabil að væri frítt. Er það ennþá í gangi eða? Já, við erum það að gerast aðili að markaðsstofunni, það er smá skráningarferli. Þá það þýðir í rauninni bara að viðkomandi fyrirtæki óski eftir að taka þátt í okkar verkefnum og vera sýnilegri á okkar vefsíðum og í rauninni að þetta er bæði svona markaðstengt, þessi sýnileiki, en ekki síst kannski að vera bara virkur aðili í þróun á ferðamálum á svæðinu og vera virkur í að taka þátt. Og aðili sem fyrirtæki sem vill gerast aðili, hann getur haft samband við markaðsstofuna og óskað eftir því og það er bara opið fyrir alla. Við fengum stuðning eða fjármagn frá sveitarfélögunum í fyrra og þessu ári, þannig að það sem stuðningur til fyrirtækja og það meðal annars þannig að skráningar gjaldið myndi falla niður fyrir út af COVID og svona sem stuðningur við þau og þannig að það er
gjaldfrjálst allavega fram á áramótum og svo bara tekur stjórn ákvörðun framhaldið. Já, ekki fleiri spurningar? Einstakt tækifæri. Við hvetjum við sjálfsögðu alla til þess að skrá sig hjá áfangastaðastofunni vegna þess að hún verður ekkert sterkari heldur en fyrirtækin sem að taka þátt í henni og það er svona mjög mikilvægt að allir sem það eiga eftir skrái sig þar inn og þarna kemur ein spurning. Þessi spurning var til Gunnars að þarna, þú veist að tala með kíktu í heimsókn og svona markaðsherferð fyrir Íslendinga að ferðast, er einhver sérstakur aldurshópur eða hópur af fólki sem verið að miða við? Eins og ég kom inn á þá Nei, eins og ég kom inn á þá þetta bara mjög víður markhópur. Það er ekki verið að fara inn á sérstakan aldur, hvað þá kyn eða nokkuð í þá áttina. Við gerðum þátt í fyrra hjá Hringbraut Reykjanesbæ og við vissum að það er svona eldri markhópur sem var að horfa á hann og við vissum að það gerði svona töluvert gott fyrir okkur, en þetta er í rauninni bara skilgreitt mjög vítt. Mjög gott. Takk fyrir Gunnar, hún er sátt sýnist mér. Og fleiri spurningar? Ef ekki, þá ætlum við bara að þakka fyrir í dag. Og minnum á það að það er sjálfsög alltaf hægt að hafa samband við okkur. Þið getið leitað okkur upp í hjá áfangastaðastofunni, hjá Súlunni, hjá Reykjanesbæ og við komum spurningum að sjálfsögðu til hennar Oddnýjar Arnarsdóttur eftir því sem við á. Og við þökkum bara kærlega fyrir. Upptakan verður aðgengileg á næstu dögum, er það ekki? Og endilega deiliðinni til þeirra sem þið haldið að þurfa að sjá hana. Ég held að það séu miklar upplýsingar sem að fólk almennt kannski gerir sér ekki grein fyrir nema einmitt með því að horfa á upptökuna, þannig að endilega komið því út og miðlið spurningum til okkar endilega í framhaldinu líka með því að hafa samband við okkur. Þannig að ég segi bara takk fyrir okkur í dag og slít þessu hér með.